Jæja, velkomin á 599. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar haldinn í fundasal Breiðamark 20, 5. 8. janúar klukkan 5. Og fundið sitja Sandra Sigurðardóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Jörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Sigurður Einar Guðjónsson í fjarveru Öldu Pálsdóttir, Pétur G. Morgan og Steinunn Arnlaug Kolbeinsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Er einhverjar athugasemdir við fundarbúðið? Engar koma fram og þá bara hefjum við á fyrsta dagskrárlið. Það er fundargerð bæjarráðs frá 18. desember 2025 og þar eru liðir 4 og 6 sem við afgreiðum sérstaklega. Og það er liður 4 beiðni um styrk frá hestamannafélaginu Ljúfi frá 20. október 2024 en það er lagt til að bæjarráð Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn að samþykkja að veita styrk til hestamannafélagsins Ljúfs vegna viðhalds og uppbyggingar á reiðvegum að fjárhæð 1 milljón. Orðið laust. Engin hver sem ljóst, þá er borin hérna upp tillaga að bæjarstjórn samþykkja að veita styrk að fjárhæð 1 milljón til hestamannafélagsins Ljúfs vegna viðhalds og uppbyggingar á reiðvegum. Þá berum við tillaguna undir atkvæði og hún er samþykkt samhliða. Þá er það liður 6. Tilnefning aðal- og varafulltrúa Hveragerðisbæjar í farsældarráði Suðurlands og bæjarráð lagði til við bæjarstjórnina að Erna Harðar Sólveigadóttir, deildarstjóri velferðarþjónustu, yrði kosin aðalfulltrúi og Nína Kjartansdóttir, ráðgjafa þroskaþjálfari, velferðarþjónustu, yrði kosin varafulltrúi Hveragerðisbæjar í ráðið. Orðið laust þennan lið fundargerðarinnar. En þá legg ég hérna upp þessa tillögu að bæjarstjórn kjósi Ernu Harðar Sólveigadóttir, deildarstjóra velferðarþjónustu sem aðalfulltrúa og Nínu Kjartansdóttir, ráðgjafa þroskaþjálfara, velferðarþjónustu, varafulltrúa Hveragerðisbæjar í farsældarráði á Suðurlandi. Og þá ber þessa tillögu undir fundinn til samþykktar og hún er samþykkt samhliða. En þá er það fundargerðin að öðru leyti. Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti. Og þið bara gleðilegt nýtt ár til ykkar og til þeirra sem og ykkar allar sem eru að hlusta og Hveragerðinga. Mér langar líka kannski svona að byrja að óska íþróttamanni Hveragerðis 2025, henni Ásu Lind Wolfram innilega til hamingju með titilinn. En mig langar aðeins að ræða hérna frá fundi bæjarráðs lið 5 sem er flokkunum skólprinsstöðvar í Hveragerði. En á þessu fundi fengu þessa bara ánægjulegu kynningu Kófi á forhönnun skólprinsstöðvarinnar. Og eins og kom fram í kynningunni þegar voru svona að ræða þetta okkar þarna á milli í bæjarráðinu, að þá var alveg á kristaltæru að þessi verðandi skólpstöð, þessi stækkun, hún á sér enga hliðstæðu á landinu. Og því er ljóst að hér er mikið brautryðjendastarf að ræða, alveg hér á landi. Þannig erum við að sækja þekkingu yfir hafið af því að hún liggur ekki alveg liggur ekki hér á landinu og því hefur við notið góðra verkfræðinga frá Danmörku. En þessi þekking mun án efa og þessi stöð mun án efa nýtast fleiri sveitarfélögum sem eru náttúrulega kannski að takast á við svona verkefni eins og við að búa til skólprinsstöðvar eða stækka eða betur bæta. Þannig að stöðvarnar anni stækkandi sveitarfélögum eins og við erum að fást við hér. En svona í ljósi þessara heildarhagsmuna hér og mikilvægi að þá finnst mér eðlilegt að við svona gerum kröfu eða biðlum til ríkisins að taka þátt í svona umfangsmiklum verkefnum eins og þessu og mér finnst allavega eðlilegt að sveitarfélag ætti að fá virðisaukan endurgreiddan af svona verkefni. Er ekki bara allir sammála mér í þessu það? En þetta voru svona mín finnsemdir í þessa umræðu. Mér finnst bara svona mikilvægt að halda þessa lofti og við ræddum þetta þegar að kjördæmaveikan var hérna og komum inn á þessi mál þegar við hittum þingmenn okkar. En ég held að við ættum að brýna rödd okkar og ræða þetta enn frekar og vekja athygli á þessu. En takk fyrir. Orðið er laust. Og engin hversu ljóst þá legg ég fundargerðina undir staðfestingar og hún er staðfest.
samhliða. Þá það liður 2, fundargerð skólanefndar frá 8. október og orðið lausn fundargerðina. Og engin hversu ljós, þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar, gefur merki sem staðfestan og hún staðfest. Þá fundargerð menningarráðs og markaðsnefndar frá 3. desember og þar afgreiðum við sérstaklega liði númer 5 og 6. Það liður 5 þjónustusamningur við handverk og hugvit undir Hamri og þar menningarráðs og markaðsnefnd sem leggur til við bæjarstjórn og samþykkir þjónustusamninginn. Samningurinn felur afnot félagsins af hluta húsnæðis Hveragerðis bæjar að Breiðavík 21 til þess að listafólk í Hveragerði hafi aðstöðu til listsköpunar. Og orðið lausn þennan lið fundargerðarinnar. Engin hversu ljós. Og þá lagt til að bæjarstjórn samþykki þjónustusamninginn við handverk og hugvit undir Hamri og feli bæjarstjóri að undirrita samninginn fyrir hönd Hveragerðis bæjar. Og ég legg þetta undir fundinn til samþykktar og það samþykkt samhliða. Þá það liður 6, beiðni Fiðlufjörs SLF styrk og menningarráðs og markaðsnefnd leggur til við bæjarstjórnina að koma til móts við verkefni með fjárstuðningi og orðið laust þennan lið. Gjörðu svo vel, Mjögur. Forseti, við langar bara að koma hér upp og fagna því að þetta framtak sé komið hingað í Hveragerði. Þetta var lengi vel, maður rétt á Hvolsvelli. Dóttir mér sótti þetta allnokkuð sinnum. Þetta er þetta Hveragerðin sem stendur fyrir þessu, þannig að það bara mjög jákvætt að þetta sé komið hingað inn og þessi menningarstarfsemi fái frá sér enn. Takk fyrir þetta, Mjögur. Og þá ætla ég að leggja til að bæjarstjórn samþykki að veita Fiðlufjöri SLF endurgjaldslaust afnot af skólahúsnæði fyrir fiðlunámskeið í júní næstkomandi sem hluta af styrk fyrir námskeiðið, en að styrkbeiðandi skuli skipuleggja fyrirkomulagið afnot með skólastjóra grunnskólans. Jafnframt lagt til að bæjarstjórn samþykki að veita Fiðlufjöri SLF styrk til þess að halda námskeið að fjárhæð 200.000 krónur eftir að námskeið lokið og félagið hafi skilað nauðsynlegum upplýsingum námskeið. Og ég legg þessa tillögu undir fundinn til samþykktar, það gefur merki sem samþykkja og það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá það fundargerðin að öðru leyti og já, gjörðu svo vel, Friðrik. Forseti, já, það nýta líka bara tækifæri fyrst að liður 2 hérna með íþróttamann ársins að óska öllum þeim sem hlutu tilnefningar og öllum þeim sem unnu til verðlauna á síðasta ári íþróttafólki okkar til hamingju og henni Ásu Lind jafnframt til hamingju með nafnbótina í íþróttamann Hveragerðis. Mig langar að vekja aðeins athygli á fyrsta lið sem málefni Hamars. Þar í tölvupósti frá framkvæmdastjóra Hamars gert grein fyrir því að engin greiðsla hefur borist fyrir fjölgreinaverkefni fyrir árið 2025. Þetta auðvitað mjög mikilvægt verkefni sem þarna í gangi, sérstaklega þegar aðstæður með íþróttamannvirki eins og þau eru hér í bænum. Og ég vil þá óska eftir skýring á því hvers vegna engin greiðsla hefur borist fyrir 2025 og svo hver staðan þá fyrir þetta ár sem núna að byrja. Takk fyrir þetta, Friðrik. Við ræddum þetta mjög mikið og í rauninni við erum að afgreiða þennan lið eins og stendur og bókunin tekur á í mannúndinni þar sem lagt til að bæjarráð taki erindi fyrir til afgreiðslu. Einhverjum hluta vegna þá var fundargerðin ekki lokað, þannig að það var ekki hægt að taka fundargerðina fyrir í bæjarráði í lok árs, síðasta fundinum á síðasta ári. En þetta þarf að fara sína leið og réttu leið og þau fá þennan styrk fyrir fjölgreinaverkefni og það engin breyting þar á. Það fullir hugur í bæjarstjórn og ég held ég geti talað fyrir okkur öll að styrkja þetta góða verkefni. Þetta ekki bara það að við séum að brúa bilið meðan aðstæðan svona, heldur hafa bara rannsóknir sýnt að börnin þau eru fleiri sem koma í fleiri greinar og þau finna sig fyrr og þetta verkefni hefur bara sýnt sig mjög vel nefnilega sér dæmi á Egilsstöðum og það eru fleiri íþróttafélög sem að skoða þetta. Þannig þetta gríðarlega gott verkefni og við sjáum
gríðarlegan fjölda í deildum Hamas, þannig að bæjarstjórn held ég geti talið fyrir okkur öll sig einhuga að halda þessu áfram. En hafandi sagt það að þá þjónustusamningur Hamas sem þarf að endurskoða á árinu. Það mikil vilji til þess að forma þetta allt saman inn og setja þetta inn í þjónustusamninginn. Þannig að það sé ekki þessi einskiptis alltaf afgreiðsla á hverju ári. Og það hefur í rauninni, þú veist, kannski leiðir með því fyrir með rangt mál, en það hefur ekki komið þetta erindi frá Hamri til okkar formlega þennan styrk eins og barst til okkar í mars 2024 fyrir það ár. Þannig að en það samtal í gangi og við framkvæmdastjóra, ég ræddi við framkvæmdastjóra Hamas núna í vikunni og þannig að þetta við viljum fara þetta til betri vegar. Ég vona að þetta hafi svarað spurningu þinni. Var þið lust? Þá legg ég fundargerðina undir fundinn til staðfestingar, þegar ummerki sem að staðfesta og hún staðfest. Þá það 4. liður fundargerð öldungaráðs frá 11. desember og þar afgreiðum við liðið sérstaklega nr. 4 og 5. Og liður nr. 4 erindisbréf öldungaráðs Hveragerðisbæjar og öldungaráð lagði til við að bæjarstjórn samþykki erindisbréf og orðið laust það lið. Engin hversu ljós, þá lagt til að með bæjarstjórn samþykki erindisbréf öldungaráðs og við berum þessa tillögu undir fundinn til afgreiðslu. Og hún samþykkt samhliða. Þá það liður 5 dagskrá öldungaráðs fyrir veturinn 25 og 6. Öldungaráð lagði til við bæjarstjórn að samþykkja að fundir öldungaráðs til vors 26 verði haldnir á eftirtöldum dögum 21. janúar, 8. mars og 13. maí. Orðið laust leið. Engin hversu ljós, þá lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu öldungaráðs dagskrá funda til vors 2026 og ég ber þessa tillögu undir fundinn. Og hún samþykkt. Þá orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Þá bara setjum við fundargerðina hér undir fundinn til staðfestingar, þykja merki sem staðfesta fundargerðina og hún staðfest. Þá það 5. liður aðalskipulags Hveragerðisbæjar 2025 til 2037 og hér tillaga aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2025 til 2036 en hún var lögð fyrir aðalskipulagsnefnd þann 18. nóvember 2025 og lagði nefndin til að tillagan yrði lögð fyrir bæjarstjórn til ákvörðunar auglýsingu. Fundargerð aðalskipulagsnefndar var lögð fyrir bæjarráð þann 18. desember 2025 þar sem meirihluti bæjarráðs lagði til við bæjarstjórn að samþykkja að auglýsa tillöguna að nýju aðalskipulagi Hveragerðisbæjar með þeim breytingum sem gerðar voru á tillögunni vegna athugasemda skipulagsstofnunar í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. En meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar leggur fram eftirfarandi bókun. Nýr tónn sleginn í sögu Hveragerðisbæjar, nýtt aðalskipulags Hveragerðisbæjar sem í kjölfar þessa fundar fer til umsagnar íbúa og haghafa, leikur og geymir frumlag þessara kjörtímabils sem nú sér framundan sína lögmætu sólstöður. Kjörtímabil sögulegra valda umskipta, umbóta, uppbyggingar og samhendra vinnubragða, aukinnar þverpólitískrar samvinnu og nýrra tíma. Með nýju aðalskipulagi Hveragerðisbær sett annað og meira hlutverk í einstakri byggðaþróun austan fjalls að vera leiðandi sveitarfélag þegar kemur að gæðum og metnaði í allri þjónustu, fræðslu, velferð, skipulagi og umhverfi íbúa. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir ánægju með að á fundi þess sem liggi fyrir tillaga nýju aðalskipulagi Hveragerðisbæjar til samþykktar. Tillagan í samræmi við þá metnaðarfullu Tillagan í samræmi við þá metnaðarfullu stefnu sem lögð áhersla á í blómstrandi atvinnulífi og að heilsa og velja íbúa sér í forgrunni. Aðalskipulagið er stefnumótandi skipulagsáætlun fyrir sveitarfélag þar sem fram kemur framtíðarsýn og stefna sveitarstjórnar landnotkun, byggingaþróun og byggðamynstur, samgöngu og þjónustukerfi auk áherslna í umhverfismálum. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið mikil og fagleg vinna við endurskoðun aðalskipulagsins þar sem samráð og samtal við íbúa og atvinnurekendur hefur verið haft að leiðarljósi. Aðalskipulagsnefnd sem skipuð var fagfólki og kjörnum fulltrúum hefur haldið utan vinnuna ásamt skipulagsfulltrúa bæjarins og hefur það samstarf skilað góðri og vandaðri stefnu hvernig Hveragerði mun byggjast upp í náinni framtíð. Eitt af lykilatriðum stefnu nýs aðalskipulags er hlutverk gróðurhúsa sem áratugaskeið hafa mótað bæjarmynd Hveragerðisbæjar og eru órjúfanlegur hluti af sérstöðu og sjálfsmynd bæjarins.
Í greinargerð aðalskipulagsins bent á að líkur séu á frekari fækkun gróðurhúsa á næstu árum, þar sem verulegur hluti þróunarreita staðsettur á lóðum þar sem slík mannvirki standa nú. Í ljósi þessa stefnu og metnaðar og áskorun bæjaryfirvalda þríþætt að tryggja að ylrækt haldi áfram eðlilegan og raunhæfa sess í bænum, að varðveita tiltekin gróðurhús sem hafa sérstakt sögulegt gildi og ný uppbygging taki það sem við á, miðað þessari byggingagerð og þeirri ásýnd sem hún hefur skapað. Þessi mætti nýju aðalskipulagi með því að gert ráð fyrir að núverandi garðyrkjustöðvar geti starfað áfram og gert ráð fyrir nýjum lóðum undir garðyrkjustöðvar á athafnasvæðum. Þá í aðalskipulaginu lögð áhersla á að við deiliskipulagsgerð þróunarreita skuli leita leiða til að tryggja varðveislu hluta byggingararfs gróðurhúsanna. Það bent á möguleikana á að ef ylrækt leggst af í tilteknum gróðurhúsum megi breyta þeim í verslanir, kaffihús eða annað þjónustuhúsnæði eða nýta þau sem sameiginlegt útivistarsvæði innan nýrra fjölbýlishúsabyggða. Þannig má gefa eldri mannvirkjum nýtt hlutverk og skapa áhugaverða blöndu nýrra byggðar og sögulegra mannvirkja. Til grundvallar mat á varðveislugildi gróðurhúsanna liggur greinargerð sem unnin var árið 2020 en það mikilvægt verkfæri í skipulagsvinnu bæjarins. Með því geta bæjaryfirvöld byggt ákvarðanir sínar á faglegu mati varðveislugildi einstakra gróðurhúsa. Að lokum í nýju aðalskipulagi bent á að æskilegt sé að hönnun nýrra húsa innan tiltekinna reita taki mið af eða vísi í byggingararf gróðurhúsanna. Með því má varðveita sjónræna og menningarlega samfellu í bæjarmyndinni og undirstrika sérstöðu Hveragerðis sem bæjar sem hefur byggst upp í nánum tengslum við jarðhita og ylrækt. Það stefna á metnaður meirihluta okkar Hveragerðis og framsóknar að gróðurhús verði áfram mikilvægur hluti af bæjarmynd Hveragerðis og verði ekki einungis minjar liðna atvinnuhætti heldur lifandi hluti af sjálfsmynd bæjarins. Með markvissri stefnumótun og vönduðu skipulagi gefst tækifæri til að varðveita og þróa þessa sérstöðu áfram fyrir komandi kynslóðir. Meirihluti bæjarstjórnar mun fela bæjarstjóra að skipuleggja vormánuðum íbúafund gróðurhús bæjarins, sögu þeirra og stöðu til að tryggja að samráð verði haft við íbúa stefnu í þessum málum. Nýju aðalskipulagi í Hveragerði ekki bara ætlað að halda vel og faglega utan bæjum á mikilli siglingu, heldur að tryggja að byggðar, forysta, lífsgæði og blómlegu vöxtur séu einkenni Hveragerðisbæjar ókomna tíð. Og undir þetta rita meirihlutinn Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóhanna Ýr, Njörður og Sandra. En orðið lustum þessu lið? Já, kjörsvel. Við tekum fundarlið 17-18. Líka bara ekki að líka lifu. Kannski fá bók. Þetta bókinn ekki.
Jæja, þá hefjum við afturleika 1732. Björsvel. Forseti, við erum hér með bókun. Fulltrúar D-listans vilja árétta að aðalskipulagsferlið hefur tekið óðurlega langan tíma og kostnaður við vinnuna fer langt umfram það sem eðlilega getur talist við gerð aðalskipulags, þótt endurgreiðslur hafi fengið frá Skipulagsstofnun. Þá teljum við einnig alvarlegt að ítrekkaðar athugasemdir bæjarfulltrúa hafi ekki fengið eðlilega umfjöllun eða skráningu fundargerðum og lítið hafi verið gert til að sýna fram á með hvað hætti sjónarmið fulltrúa og íbúa hafi mótað endanlega tillögu. Sérstaklega vekur athygli að skipulags- og umhverfisnefnd sem mun í reynd bera mesta ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni skipulagsins hafi ekki fengið vinnuna inn á borð til sín með reglubundnum hætti á meðan mótun hennar stóð yfir fyrr en eftir að vinnu við aðalskipulagi lauk og þá eingöngu til kynningar. Nýtt aðalskipulag markar stefnubreytingu frá því sem áður hefur einkennt skipulag og uppbyggingu í Hveragerði. Í greinargerðinni sett fram framtíðarsýn sjálfbært samfélag þar sem náttúran í fyrirrúmi og blómlegt atvinnulíf sem byggir á sérkenni bæjarins. Samt sem áður felur tillagan í sér verulega aukinn þéttleika og víðtæka breytingu á landnotkun þar sem stór svæði sem áður voru hugsuð sem atvinnu- og miðsvæði eru breytt í íbúðabyggð. Jafnframt því að athafnasvæði í kjarna byggðar minnka eða hverfa og atvinnustarfsemi færist í auknum mæli út fyrir bæinn, sunnan við nýjan þjóðveg. Þetta skapar hættu á því að Hveragerði verði í vaxandi mæli svefnbær þar sem íbúðir eru í forgangi en blöndun byggðar og atvinnu dregst saman. Við teljum sérstaklega að skipulagstillagan á Axlarsvæðinu gangi gegn þeirri stefnu sem fram kemur í greinargerðinni sjálfri sérkenni bæjarins og ásýnd hans skiptir máli. Þar er bærinn sagður mjög sýnilegur frá kömbum og þjóðvegi og að mikilvægt sé að huga að bæjarmynd og yfirbragði. Samt er á þessum reit gert ráð fyrir miklum þéttleika og byggð sem mun breyta ásýnd bæjarins og veikja þau einkenni sem Hveragerði hefur byggt upp í áratugi, ekki síst garðyrkjuna og gróðurhúsin. Í stað þess að horft verði inn í Hveragerði og sjá þar þann gróður og þá atvinnustarfsemi sem mótað hefur ímynd bæjarins, verður það sem blasir við frá aðkomunni að bænum fjölbýli í auknum mæli. Þetta teljum við ekki í samræmi við stefnu blómlegt atvinnulíf byggt á sérkennum bæjarins, né vilja margra bæjarbúa um að halda í lágreista, hlýlega byggð og þorpsyfirbragð sem einkenni Hveragerðis. D-listinn telur einnig að tillagan gangi of nærri útivistarsvæðum og náttúruverðmætum sem eru hluti af sjálfsmynd bæjarins. Sérstaklega hafa fulltrúar D-listans bent á það með að setja íbúðabyggð á svæði meðfram Dynskógum þar sem ullarþvottarstöðin stóð á sínum tíma sé verið að þrengja útivistarsvæðin undir hamrinum með óþarfa hætti. Í stað þess að slíkar breytingar gangi inn á jaðarsvæði sem íbúar nýta til útivistar og náttúruupplifunar, teljum við eðlilegra og réttara að styrkja þessi svæði og stækka í samræmi við stefnu að náttúran sé í fyrirrúmi. Að lokum vilja bæjarfulltrúar D-listans árétta það sem við höfum áður sagt að sú umferðar- og bílastæðanálgun sem liggur að baki skipulaginu og hefur verið kynnt samhliða í umferðar- og bílastæðastefnu kallar á frekari endurskoðun. Í skipulaginu sett upp ramma- og viðmiðakerfi sem miðar að því að draga úr bílastæðafjölda og hvetja til virkra ferðamáta. Slíkt getur verið jákvætt í sjálfu sér en verður að byggja á raunverulegu stöðu og þörfum bæjarbúa. Hveragerði er ekki stórborg og íbúar þurfa í mörgum tilvikum að nota bíl til að komast á milli staða, bæði innan bæjar og til vinnu og þjónustu utan bæjarins. Ef bílastæðastefna og hjólastígagerð er sett fram án raunhæfra valkosta og án þess að tekið sér tillit til sjónarmiða bæjarbúa mun það auka ágreining í stað þess að bæta lífsgæði. Fulltrúar D-listans telja því að aðalskipulagstillagan eins og liggur fyrir hafi ekki verið unnin í sátt við bæjarfulltrúa, eðlilega aðkomu nefnda og íbúa bæjarins. Kæra þakk fyrir þetta, Friðrik, já. Áður en ég gef Jóhanni orðið þá langar mig aðeins að bregðast við. Í aðdraganda þessa aðalskipulagsvinnu þá hafa verið mjög margir íbúafundir, bæði við íbúa, fyrirtækjaeigendur í bænum og þvert á bæjarstjórn. Þannig að ég hafna því bara alfarið að það hafa ekki verið samtal við íbúa og bæjarfulltrúa. Þessi aðalskipulagsnefnd var stofnuð þverpólitísk með fulltrúum frá öllum flokkum og það var ákveðið í upphafi vinnunnar. En það er engin mannvirkja- og umhverfisnefnd starfandi hjá bænum, en það er skipulags- og umhverfisnefnd. Það sem ég sagði. Já, og þess vegna var tilkynnt á, en skipulags- og umhverfisnefnd fékk aðalskipulagið til kynninga á desemberfundi nefndarinnar. En í upphafi við þessa vinnu, að það var ákveðið að þessa nefnd eins og ég nefndi og vinnan færi þar fram. En
þannig að skipulags- og umhverfisnefnd fékk aðalskipulagið til kynningar þar. Þannig að svona bara því sé haldið til haga. En það er ástæðan fyrir því að þetta aðalskipulagsplagg og þessi vinna hefur ekki verið á dagskrá skipulags- og umhverfisnefndar vegna þess að var önnur nefnd sem var skipuð þverpólitísk þetta málefni. Þannig að Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, forseti. Það er bara ákveðlega ánægjulegt að þetta aðalskipulag sé komið núna hérna á dagskrá til okkar til auglýsingar en hér liggur fyrir mjög mikil vinna að baki og bara vert að þakka öllum þeim sem hafa lagt þetta plóg og eins og Sandra kom hérna inn á að þá hafa allir bæjarfulltrúar, allar flokka, bæjarbúar og aðilar fengið bara gríðarlega gott tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og það er bara vont ef að minnihlutinn upplifir það að fólk hafi ekki fengið aðkoma að því. Það hafa allir sem hafa haft áhuga, hvort sem þeir í hvaða nefnd sem þeir eru á vegum bæjarfélagsins fengið jafnt tækifæri og allir aðrir bæjarbúar til þess að taka þátt í þessu skipulagi. En þetta skipulag er náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir bæjarbúin. Hérna er línurnar lagðar fyrir samfélag okkar og á þessu skipulagi byggja bæjarfulltrúar ákvörðunir sínar og þannig að þetta er afar mikilvægt plagg fyrir okkur og svona leiðarvísir að skipulagi okkar gæðasamfélags. Mér finnst persónulega bara mjög áhugavert að grúska í þessu skjali og ég hvet bæjarbúa til þess að gera það. Þetta er alveg yfirgripsmikið, þetta er alveg nokkra blaðsíður og bara að gefa sér aðeins tíma í að dýpka þekkingu sína á því en nú er þetta lagt fyrir hér og á leið í auglýsingu. Ég gerir ráð fyrir að bæjarfulltrúar samþykki það. Ferlið er á það leið að skipulagið mun birtast á skipulagsgáttinni og inn á þeirri síðu er hægt að gera athugasemdir. Eftir 6 vikna tímabil er unnið úr athugasemdunum að auglýsingin fær að vera í 6 vikur mér skilst það, ég leiðrétti mig ef ég finn mér rangt mál en eftir það er unnið eftir athugasemdum eða úr þeim og þar er þá ferlið næsta að bera þetta undir bæjarstjórn. Þannig að þetta er bara fagnaðarefni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Forseti, þá vil bara taka undir það að hér erum við að leggja fram mikla og góða vinnu sem hefur verið unnið að og þetta aðalskipulag markar nokkuð tímamót en þó kannski ekki eins og þau sem að Sjálfstæðisflokkurinn er hér að segja og eins og kom fram á fundi á síðasta ári að þá hafa allar fundagerðir aðalskipulagsnefndar þessari vinnu verið teknar fyrir bæjarstjórn og það staðfestar meðal annars af bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins þannig að það í mínum huga er það líklega eftiráskýring hjá Sjálfstæðisflokknum að koma núna og segja ekki að hafi verið tekið mark á athugasemdunum þeirra vegna þess að það hefði auðvitað verið þá tækifæri Í tölvupóstum. Í tölvupóstum? Ok. En það kom ekki fram þegar við erum verið að taka fram þessa fundagerð og hefði þá auðvitað sjálfsögðu verið tækifæri til þess þá. Þannig að ég held að hér sé verið að búa til einhverja skýringu eftir á. En allavega að þá er þetta faglegt starf. Fagmenn sátu í aðalskipulagsnefndinni ásamt pólitísku fulltrúum og það var haft gott samráð við íbúa og atvinnurekendur og það verður áframhaldandi gott samstarf. Og aðeins að nefna varðandi gróðurhúsin, það er líka svona seinni tímum þá hefur komið gagnrýni frá Sjálfstæðisflokkina á gróðurhúsin í Hveragerði sem þau höfðu lítinn áhuga á fyrir kjörtímabilinu þegar ég var að benda á það. En svona aðeins söguleg skýring. Hveragerði hefur alltaf verið garðyrkjubær frá upphafi. Þegar mest var, þá voru það bil 40 garðyrkjustöðvar í Hveragerði og fermetra gróðurhúsa það bil 50.000. Þetta hefur breyst sérstaklega á síðustu 3 áratugum myndi ég halda. Og í dag
er það bil 27.000 fermetrar af gróðurhúsum eftir í Hveragerði. Þannig að þeim hefur fækkað 46% frá því að þau voru flest hér. Og árið 2005 þá voru hér 34.000 fermetrar og það ár var veitt heimild til þess að rífa niður 10.000 fermetrar. Mér rekur ekki minni til þess að það hafi verið rifin gróðurhús hér niður síðustu ár. Þannig að árunum 2006 til 2022 voru þá rifið niður 7.000 fermetrar af gróðurhúsum. Þess má geta að af þessum 27.000 fermetrar sem eftir eru, að þá eru 15% af þeim, það er að segja 4.000 fermetrar, á reit dvalarheimilis Áss við Heiðmörk, sem er núna í vinna við deiliskipulag, þar sem er verið að skipuleggja íbúðabyggð að beiðni dvalarheimilis Áss. Það hefði verið alveg áhugavert ef að Alda Pálsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hefði sótt þennan fund. Hún hefði mögulega getað upplýst okkur af hverju þessi rekstraraðilar vilja íbúðabyggð í stað þess að reka garðyrkjustöð á reitnum. En það kom meðal annars gagnrýni frá Sjálfstæðisflokknum á þegar við vorum að taka fyrir aðalskipulagið í lok síðasta árs að við værum að leggja stein í götu þeirra sem vildu reka garðyrkjustöðvar. En það er ekki þannig í þessu aðalskipulagi. Heldur það eigendurnir sem að sækjast eftir þessu. Og ég vil nefna hér að í aðalskipulaginu, og eins og kemur fram í þessari bókun meirihlutans, að þá er akkúrat þá er 3 atriði sem skipta máli varðandi gróðurhúsin og ásýnd þeirra í byggðinni hér, sem er tekið fyrir aðalskipulaginu. Það er að ylrækt, hún getur starfað áfram í þeim garðyrkjustöðum sem þegar eru. Það er mjög mikilvægt atriði. Og jafnframt er gert ráð fyrir að hægt sé að úthluta lóðum og athafnasvæðum fyrir garðyrkjustöðvar. Í öðru lagi, það er tillaga að varðveita tiltekin gróðurhús sem hafa sérstakt sögulegt gildi og var að fara ágætlega yfir það í bókunni. Ef að ekki er áhugi hjá eigendum að reka þar áfram garðyrkjustöðvar, þá er mögulegt að nýta þau annað. Og svo, það sem er líka mjög mikilvægt, var meðal annars ábending frá Pétri Ármannsyni hér fyrir sirka 10 árum þegar við vorum að karpa gróðurhúsin hér í Hveragerði og sérstaklega við Þélamörkina. Þegar hér var samþykkt skipulag, deiliskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag, sem gerði ráð fyrir að þau gróðurhúsin væri víkjandi. Að hann benti á að það væri vissulega mikilvægt að varðveita tiltekin gróðurhús sem hefði sögulegt gildi, en líka að ný uppbygging taki mið af þessari byggingategund eða byggingagerð. Þannig að þessi ásýnd hér í byggðinni, hún verði áfram þó að verði í nýju húsum. Þannig að það minni á þessa sögu og þessa sjálfsmynd bæjarins. Þannig að, já, mikil og góð vinna í aðalskipulaginu, fagleg, gott samráð og ég bara fagna því að við séum komin á stað hér að vera að senda þetta í auglýsingu og ég held að við getum öll verið stolt af þessu skipulagi. Takk fyrir þetta, Njörður. Friðrik Björnsson. Já, forseti, mér finnst það nú þess að byrja með óforsvaranlegt að nefna hér bæjarfulltrúa Öldu og þar sem hún getur ekki mætt og er ekki á fundinu og getur ekki svarað fyrir sér. Það finnst mér svolítið sérstakt. Hins vegar er nú rétt að taka það fram að það voru nú einungis haldnir 2 íbúafundir á þessum 3 ára ferli sem þetta aðalskipulag hefur tekið og 1 fundur með atvinnurekendum. Það er nú allt samráðið sem haft var við atvinnurekendur í tengslum við þetta. Ég man nú ekki betur en svo að þegar við vorum að hittast hérna fyrst bæjarfulltrúar og ræða aðalskipulagið, þá voru nú bæjarfulltrúar meirihlutanum og minnihlutanum sammála það að hér ætti áfram að vera lágreist byggð, sérbýli og parhús.
en ekki 3 til 4 hæða blokkir sem myndu rísa við Axlarsvæðið. Og það var allavega mín upplifun og það sem að ég man eftir á þeim fundi. Svo get ég nú líka sagt að á fundi sem við áttum hérna með þessum hópi á Hótel Örk, bæjarfulltrúar og þeir sem sátu í aðalskipulagsnefnd, þá komu verkfræðingarnir og þeir sem að unnu þetta alveg að fjöllum þegar við fórum að tala um að við varum búin að benda á hitt og þetta í þessari aðalskipulagsgerð. Við erum búin að benda á hitt og þetta núna, þar sem við kemum meðal annars fram í bókun okkar og það hefur ekki verið tækið tillit til neins að því. Þannig að það er ástæðan fyrir að við erum að gagnrýna þetta. Og varðandi garðyrkjuna, þá er ég núna komin að garðyrkjufólki, þannig að ég lét ekki vænt garðyrkjuna í Hveragerði, þrátt fyrir að Njörður kunni halda því fram að okkur sjálfstæðismönnum sé ekki annt um það. En það er þvert á móti. Og núna er verið að taka lóðir á Axlarsvæðinu, setja þar sem áður átti að vera lóðir undir garðyrkju, að setja þar íbúðir, 3 til 4 hæða blokkir. Og ég spyr, hvar eiga þá garðyrkjustöðvarnar að geta risið í framtíðinni? Því að með þetta nýja aðalskipulagi er ekki mikið svæði eftir til þess að fara að risa garðyrkjustöðvar. Takk fyrir forseti. Mig langar bara aðeins að hnykkja á því í ljósi umræðunnar að við erum hérna að samþykkja aðalskipulag. Og það felur í sér að við séum að setja þennan heildarramma utan síðan þær áætlanir sem við getum samþykkt í framhaldinu á deiliskipulagssviðinu. Og þar förum við auðvitað nánar í útfærslu á því hvernig byggingarnar mega í rauninni vera útfærðar á þessum reitum. Það sem talað sem lágreist byggð í Hveragerði hefur almennt verið talað með þeim hætti sem lagt til grundvallar í skipulaginu, aðalskipulaginu sem við erum með hérna í dag. Og það einmitt á grundvelli fyrra aðalskipulags sem við erum með nákvæmlega 3 til 4 hæða blokkir sem eru hérna á Tívolreitnum sem hafa nú nýlega risið. Þannig ég get ekki séð að það sé mikil stefnubreyting í þessu. Og við auðvitað höfum stjórntækin í okkar höndum hér áfram. Hér þurfum við að taka fyrir öll þau deiliskipulög sem að verða samþykkt á grundvelli þessa aðalskipulags. Þar höfum við tækifæri til þess að stýra því betur innan þessa ramma hvernig við útfærum þessa byggð. Þannig að mér langar bara að undirstrika þetta í þessari umræðu og sömulegis taka undir þann fögnuð sem hér hefur verið boðaður af öðrum bæjarfulltrúum hér og forseta. Því að við séum að taka þetta fyrir núna í auglýsingu og það verður bæði gaman og áhugavert að sjá hvað bæjarbúar og atvinnurekendur og aðrir hagsmunaaðilar hafa á þessu stigi fram að færa á þessum athugasemdafresti og ég bara hlakka til innihaldsríks og góðs samtals þessi mál í framhaldinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta dæmi. Já, forseti, það sem ég auðvitað að vísa til með 3 til 4 hæða blokkir eru það sem verið að skipuleggja og áætla að setja upp á Axlarsvæðinu. Er það virkilega svo ásýnd sem að við viljum þegar við keyrum hérna meðfram þjóðveginum og lítum inn í Hveragerði að sjá ekkert nema 3 til 4 hæða blokkir í staðinn fyrir gróðurhúsin sem áður lýstu hér aftur. Þarna svæði sem er á núverandi aðalskipulagi, áætlað fyrir gróðurhús og garðyrkju og hentar mjög vel fyrir það svæði því að þangað liggur gufulögnin, gæti skaffa gufu inn í þau gróðurhús og væri tilvalinn staður fyrir gróðurhús. Og ég veit ekki hvar annars staðar á að fara að koma þá fyrir gróðurhúsum og þess vegna er ég að ræða þetta hér. Þetta er ekki dæmi. Takk fyrir forseti. Já, ég bara tek undir það með þér Friðrik að mér þykir líka vænt garðyrkjuna og gróðurhúsin og kem sömuleiðis af fjölskyldu sem að rak svoleiðis starfsemi hér í bænum í áratugi og hún er mér mjög kær og ég vil 100% finna góðan farveg fyrir þá starfsemi í bænum og við höfum meðal annars rætt
við þessa vinnu að við þurfum að taka núna samtal við íbúa og aðra hagsmunaaðila og atvinnurekendur hérna í bænum hvernig við getum viðhaldið þessari mynd okkar hér í Hveragerði sem að felst í gróðurhúsunum. Og við höfum talað líka og fjárfestar á svæðunum sem ræðir hafa einnig talað og landeigendur að ásýndin þegar maður komið hér inn í bæinn ef að verður að hún verði með þeim hætti að það verði haldið í þetta yfirbragð þar sem að við sjáum gróðurhúsamyndina halda sér. Hún verður ekki með nákvæmlega þeim hætti sem að var áður skipulögð á þessu svæði, heldur öðruvísi útfærð en samt sem áður ríkjandi. Og svo höfum við líka að sjálfsögðu verið að skoða hvar við gætum boðið upp á svæði þar sem að við getum reist gróðurhús, hvort sem að það verður þar inni ylrækt eða annars konar starfsemi og þar hefur meðal annars komið til umræðu svæði sem að hér meðfram ánni ef maður fer upp í dal upp Gossabrekkuna og þar sem að Álfahvammur og lóðarnir þar. Þar í rauninni betur til þess fallið að vera með slíka starfsemi því þar erum við nær upptökunum á gufunni heldur en niður frá og þegar maður er komið niður fyrir veg að þá í rauninni erfiðar að nýta gufuna af því það helst ekki uppi nægur þrýstingur á kerfinu og það þarf að viðhalda þá lengra inn eftir. Þannig að það eru alveg talsverðar áskoranir þegar við komum að rekstri gufunar niður frá sem að ég held að við séum öll meðvituð og þess vegna held ég að sé tilvalið að reyna að finna því annan farveg sem að auðveldari í rekstri og sömuleiðis heldur áfram að veita okkur þessa fallegu bæjarmynd sem að ég veit að okkur öllum þykir mjög vænt um. Takk fyrir. Var þetta dæmi eins? Það er eins. Það sé Sigurður. Nei, takk. Herri forseti og fundarmenn, mér langar að kannski benda á ákveðið svona það sem að bæjarfélagið Dagný benda á áðan að það sé tækifæri í deiliskipulögum að breyta eða svona, hvað maður segja, stýra ásýnd og stýra magni og svo framlega. Hún hoppar yfir eitt skipulagsstig sem búið að innleiða inn í þetta nýja aðskipulag sem heitir rammaskipulag. Ég ekkert sem allir hafa áttað sig á því að þarna verið að koma inn einu nýju skipulagstigi sem hefur ekki verið við lýði áður. Og af því þetta var kynntur að ég sitt nú í skipulagsnefnd og umhverfisnefnd og þar eins og kemur fram í bókun okkur, þar var þetta bara kynnt svona eftir á inn í þeirri nefnd. Og ég bendi nú að þarna væri verið, mér finnst það að vera á sama skapi eins og landsréttur var búinn til fyrir lögfræðinga af lögfræðing og þá var þarna verið að búa til millistig af arkitektum fyrir arkitekta sem raunverulega ekkert annað en auka kostnaði fyrir bæinn. Því það hefur nú gengið ágætlega að nýta deiliskipulagið í þessari, hvað maður segja, útfærslu vinnu fram á þessu. Ég ekki viss allir hafa áttað sig á þessu við gerð þessa aðskipulags. Takk fyrir þetta eins. Dagný, þetta að lokum síðasta skiptið þitt, skapsvæl. Gjörðu svo að fæla. Takk fyrir forseti, ég held ég hafa aldrei fengið svona þessum dagar. Fagna því. Ég vildi bara rétt koma inn á það sem að bæjarfulltrúi Einsi kom inn á, ef ég má kalla þetta hér í pontu. Ég, fyrir mitt leyti, og svona í takt við það sem við höfum rætt hér okkar á milli í meirihlutanum, þá akkurat þetta rammaskipulag það sem að svo áfbáslega góður fengur í þessu skipulagi fyrir starfsfólk bæjarins, fyrir bæjarstjórn, fyrir þá sem að þurfa að taka ákvarðanir þegar til okkar leitað uppbyggingaverkefni til þess að geta stýrt samningaviðræðum betur. Fram á þessu hefur það í rauninni verið frekar mikið opið hvað hægt að fara fram á og aðalskipulagið hefur einhvern veginn ekki sett á okkar mati nægilega góðar skorður við fyrir okkur með líka nægilegum sveigjanleika til þess að við getum unnið þau verkefni vel og hratt upp á því marki sem við viljum. Þannig að ég verði eiginlega að fá að vera bara ósammála því ef það á að setja fram gagnrýni með þeim hætti að þetta sé okkur til óhags eða tafa eða eitthvað slíkt, þetta millistig, að ég held að þetta sé akkurat það sem við höfum þurft á að halda hér til þess að koma þessum verkefnum hraðar í gegnum stjórnsýsluna okkar, koma samningaviðræðunum betur á fót fyrr
og sömuleiðis geta bara markað veginn strax í upphafi þegar við fáum þessi verkefni inn á borð til okkar. Þannig að ég fyrir mitt leyti og held ég tali fyrir hönd þeirra sem sitja í meirihlutanum bara óska eiginlega Hvergerðum til hamingju með bara þetta myndlistig sem ég held að muni nýtast okkur mjög vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Þetta eru mjög góðar umræður og ég fagna þeim mjög því að þetta aðskipulag skiptir okkur gríðarlega miklu máli og þannig að Njörður. Forseti. Fyrst kannski bara fá að bregðast við hérna orðum bæjarfulltrúa Arnar Friðriks sem gerði athugasemd við það að ég hefði nefnt hér Öldu Pálsdóttur sem bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og hún fannst það óforsvaranlegt vegna þess að hún gæti ekki svarað fyrir sig. Sko, ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúi Friðrik heyrði það sem ég var að segja en þetta var alls ekki gagnrýni á hana þannig að hún þyrfti að svara fyrir sig. Þetta var ég að segja að það hefði verið áhugavert að heyra ef hún væri hér. Hún gæti skýrt út hvernig svona rekstraraðilar vildu ekki halda við garðyrkjustöðvum á reitnum sem dvalarheimili á sér. Sem sagt að heyra það á fyrstu hendi eða kannski annarri hendi ef við getum orðað það þannig. Þess að ég held að það hefði verið áhugavert í þessari umræðu. En ég vil bara lýsa yfir ánægju að heyra af áhuga Sjálfstæðisflokksins í gróðurhúsin og ég veit svo sem að þau hafa verið til staðar en það var alveg, og ég veit að bæjarfulltrúi Friðrik man á nema eftir að það var alveg við vorum kannski ekki endilega sammála í umræðum varðveislu gróðurhúsa í Hveragerði á kjörtímabilinu 2014 til 18 og 18 til 22. Og ég svona barðist fyrir því að það yrði gert svokallega varðveislumat á gróðurhúsunum þannig að við gætum skipulagt hvað af þeim gróðurhúsum sem þegar myndu standa áfram. Þannig að það yrði ekki bara tilviljun hvað yrði eftir. Og það var svo loksins samþykkt að gera slíkt varðveislumat og svo skýrsla kom út árið 2020 og hún er mjög gagnleg. Og mjög gagnlegt að hafa það til hliðsjónar þegar við erum að skipuleggja nýja reiti og sérstaklega það sem er gert ráð fyrir að gróðurhúsin víki. Þannig að þá getum við tekið upplýsta ákvörðun ef að þar eru einhver gróðurhús sem við viljum að verði áfram út af bara byggingarsögulegu gildi þeirra. Ég skilst líka, fyrst við vorum að tala hér Guðuna fyrir neðan veg út af bæjarfulltrúi Friðrik nefndi líka að það væri tilvalið svæði fyrir gróðurhús. Að okkur skilst að samkvæmt veitum að það sé ekki boðið að tengja Guðuna fyrir neðan veg. Þannig að því miður er það það. Þannig að það er þá ekki reitur fyrir gróðurhús eins og hér kom fram hjá bæjarfulltrúi Friðrik. Ég vil kannski bara aðeins hérna í lokin nefnóta hér var líka í bókun Sjálfstæðisflokksins fjallað bílastæðin og það hefur svo sem komið áður fram í umræðinni hjá Sjálfstæðisflokknum þetta skipulag og það er svona látið að því liggja að sé verið að fækka þeim og sé verið að þrengja að bílastæðum og bílaumferð mögulega hér í Hveragerði. En það er auðvitað ekki þannig en það er hvergi vísað í athugasemdir Sjálfstæðisflokksins hvar í aðalskipulaginu eða greinargerðinni það kemur fram. Þannig að í mínum huga það var ekkert að taka mark á þessar athugasemdir Sjálfstæðisflokksins. Og bara alveg til lokina, hér er ekki verið að breyta Hveragerði. Það er eðlilegt að byggð þróist og hún hefur gert alla tíð. Hveragerði er allt öðruvísi núna heldur en Hveragerði var árið 1950 eða 60, 70, 80, 90, 2000. Það er út af því að byggðin þróast og það gerist alls þar. Og aðalskipulagið snýst auðvitað að gera stefnu hvernig Hveragerði á að þróast. Þannig að það sé ekki tilviljun hvernig það gerist. Og svo ég nefni það hérna líka út af því að bæjarfulltrúi Friðrik kom inn á það þar sem hann þótti ekki gott að hafa að það væri skipulagi 3 til 4 hæðir í fjölbýlishúsi. Og Dagný svaraði því líka hér áðan, þetta hefur bara verið í aðalskipulagi í langa tíma. Ég var líka svaraði við. Já, þetta hefur bara verið þannig, þannig að það er önnur athugasemd sem við heldur ekki hægt að taka mark á varðandi frá Sjálfstæðisflokknum. Takk fyrir þetta Njörður. Friðrik ætlar að fá að bregðast við stutt og svo. Já, forseti, Njörður hefur kannski ekki heyrt athugasemdum mína varðandi þetta 3-4 blokkir á axlarsvæðinu sem ég var svona alveg að gagnrýna. En það var allavega þannig þegar skipulagið var gert hér síðast að þá var rætt það að þetta axlarsvæði var sérstaklega hentugt fyrir gróðurhús því að þar lægi gufulögnin og þá var það
eftir samtal við Veitur, þannig að eitthvað hefur nú breyst hjá Veitum síðan að það var gert og ég vildi nú bara koma því á framfæri. Takk fyrir þetta, Friðrik. Mjög gott. En þá eins og hefur komið fram hér áður að þá að ræða að við séum að leggja fyrir fundinn að auglýsa aðalskipulagið og það auðvitað opið fyrir athugasemdir. Þannig að við erum ekki að loka læs núna, heldur það bara opið fyrir umsagnir og eins og hefur komið fram þá hvetjum við bæjarbúa og fyrirtækjaeigendur í bænum til þess að kíkja inn á skipulagsgátuna og koma með athugasemdir. Og hvað gott og hvað mætti betur fara sem nesti inn í áframhaldandi vinnu og ljúka þessu. En þá ætla ég að leggja upp þessa tillögu að bæjarstjórn samþykkja að auglýsa fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2025 til 2036 samanber framangreindu gögn. Og ég legg þarna undir fundinn, gefa merkis að samþykkja, þeir sem sitja hjá og þeir sem verða á móti. Já, víst. Svo snöggast. Það var engin viðbrögð bara. Sitja hjá og svo sitjum hjá. Sitja hjá. Minnihlutinn situr hjá og meirihlutinn samþykkir. En þá förum við í næsta liður númer 6, deiliskipulag miðbæjar, deiliskipulagsbreytingar vegna tilfærslu íþróttahúss. En hér er ræða tillögu að breytta deiliskipulagi miðbæjar vegna íþróttahúss sem nær til samfélagsþjónustu á S6, þar sem grunnskóli, núverandi íþróttahúss og pósthús eru staðsett. Markmið breytingarinnar er að stækka heimild til byggingar nýs íþróttahúss til þess að koma til móts við vandamál sem uppkom vegna grundun byggingarinnar. Leigulóðin að Breiðumörk 22 minnkar sem því nemur. Nýtingarhlutfall er óbreytt 0,6 á reitnum í heild í samræmi við skilmála aðalskipulags. Frestur til athugasemda var frá 12. september til 31. október 2025 en umsögn barst frá Mílu dagsett 12. september 2025 þar sem óskað var eftir samráði vegna framkvæmda. Athugasemd barst einnig frá Voltari Fannari Kristjánsssyni fyrir hönd húsfélagsins að Breiðumörk 22 dagsett 28. október 2025. Og í erindinu er vakin athygli á að fyrirhugað sé að ganga verulega inn á lóð við Breiðumörk 22 með tilheyrandi skerðingu á lóðarréttindum. Orðið er laust þennan lið. Já. Forseti, ég svona velti fyrir mér af hverju þetta er að koma inn á borð til bæjarstjórnar núna þegar þetta er dagsett 31. október og kannski að fá upplýsingar hver staðan er á viðræðum við skátafélagið og húsfélagið við Breiðumörk 22. Takk fyrir Friðrik, það var einmitt Pétur sem fær orðið og ætlar einmitt að fara yfir þetta fyrir okkur. Takk. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilhöfundur. Eins og við þekkjum að þá erum við búin að fylgja eftir framkvæmdinni við skólamörkina núna í held ég að gefa 8 mánuði, 9 mánuði og við erum bara búin að vera að takast á við þau verkefni sem hafa komið upp og svona það sem var einna helst krefjandi og ég get kannski upplýst ykkur það að það eru formleg verkskil á jarðviðskiptunum sem við erum búin að bíða eftir núna bara í þessari viku þannig að þeim framkvæmdum er lokið og nú erum við bara einfaldlega tilbúin með búðan undir íþróttahúsi sem er gott. En það er einmitt vegna þessara framkvæmda sem við erum núna að opna deiliskipulagið aftur og breyta því og í þetta skipti þá þurftum við að ganga inn á lóðamörk Breiðumarkar 22. Og í þessu ferli öllu hefur við verið í virku samtali við íbúar eða húsfélagið öllu heldur við Breiðumark 22 og verið bæði upplýst húsfélagið alla framkvæmdina alveg frá upphafi og þá sérstaklega þegar þá lá fyrir að við þyrftum að færa til húsið þarna 1,8 metri svo við séum alveg nákvæm. Það er alveg rétt að þetta felur í sér skerðingu á lóðarrétt. Það er bara aldrei annað hefur verið rætt. Við áttum mjög góðan fund með húsfélaginu, ég og bæjarritari núna á aðventunni í aðdraganda jóla þar sem við lögðum svolítið línurnar næstu skref og að það var á forsendum þess fundar sem að við tókum ákvörðun það að fara með deiliskipulagsbreytingunum núna fyrir bæjarstjórn. Þannig að við erum búin að upplýsa húsfélagið þetta og en það liggur náttúrulega tvennt fyrir. Það þarf að gera nýjan lóðaleigusamning og síðan er náttúrulega bara samtal það hvernig við mætum þeim annars vegar
ég held að séu bara 2 valmöguleikar í boði, annars hvort við sjáum einhverja mögulega nýtingu í Breiðumörk 22 og þá bara einfallega hvort að sveitarfélagi eða bæjarfélagi sjáum í hag sín í að kaupa það hús eða einfallega að bara mæta þessi skerðingu með bótum á móti. En hins vegar samtalið gott upplýst þannig að ég hef enga aðra trú á málinu að það leysist núna mjög snempart þessa árs. Mér langar líka að varpa ljósi á að í þessu samtali öllu þá erum við í raun og veru búin að hefja samtal við skátana og við erum í raun og veru að gera það að einhverju leyti með samþykkt aðalskipulagsins núna, senda það í auglýsingu vegna þess að við ræddum aðeins steinskógana í umræðuna áðan. Þar erum við náttúrulega að marka framtíðarsvæði undir skátana sem möguleika, þannig að undir hamrinum. Þannig að það hluti af lausninni, allt tengist þetta saman, má finna í aðalskipulaginu Nína sem núna að fara til auglýsingar. Þannig að krefjandi verkefni en við erum búin að vera útofnið á öllum vígstöðum að svara þeim áskorunum sem hafa komið. Þetta ein áskorun. Það til 2 stöður sem gætu verið uppi, annars vegar að vera með þetta núna og vera engu virku samtali við húsfélagið og allt í hnút, eða búin að vera allan tíman í virku samtali við húsfélagið, ekkert í hnút og lausnin einhver staðar fyrir part ársins. Ég held að það sé það sem við tökum með. Og þá kannski ég búin að svara seinni spurningunni frá bæjarfulltrúa Friðriki það hvers vegna þetta kemur inn núna. Það var einfaldlega vegna þess að við vorum að bíða eftir að geta átt þennan fund með húsfélaginu til þess að bara geta í þokkalega góðri trú farið með þetta fram núna. Það hefði verið dálítið freklegt, finnst mér, að fara með deiliskipulagsbreytinguna án þessa fundar. En auðvitað ekki lausnin komin og hún bíður fyrir part ársins, það mikilvægt, að vita það. Takk fyrir. Fleiri sem vilja hvers ljós undir þessum lið. Ef ekki, þá ætla ég að bera þessum tillögum að bæja samþykki fyrirliggjandi tillögu að breytingu deiliskipulags miðbæjarsvæðis vegna íþróttahúss og umsagnir bæjarstjórnar verði eftirfarandi. Umsögn vegna erindis Mílu hf. Bæjarstjórn verður við beiðni Mílu hf. Að við uppbyggingu verði haft samráð við fyrirtækið vegna lagna. Og þá það umsögn vegna athugasemdar Valters Fannar Kristjánssonar fyrir hönd húsfélagsins að Breiðumörk 22. Bæjarstjórn telur ekki tilefni til þess að gera breytingar á fyrirliggjandi tillögu að breyttu deiliskipulagi þrátt fyrir að í athugasemdinni sé bent á að fyrirhugaðar framkvæmdir fari inn á leigulóðina að Breiðumörk 22 og séu þannig skerðing á réttindum lóðarleiguhafa. Með samþykki deiliskipulagstillögunnar bæjarstjórn ekki að breyta afmörkun eða réttindum lóðarleiguhafa en hafnar viðræður við lóðarleiguhafa vegna breyttrar afmörkunar á lóðinni. Og ég legg þessar 2 tillögur undir fundinn til samþykktar og þeir gefa merki sem samþykki. Og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið nr. 7 tillaga frá okkar Hveragerði og framsókn 6 klukkstunda gjaldfrjálsa skólavist. Meirihluti okkar Hveragerðs og framsókn leggur til að gjaldfrjálsar klukkustundir í öllum árgöngum leikskólum bæjarins verði með eftirfarandi hætti. 5 klukkustundir gjaldfrjálsar frá 1. janúar 2026 og að 6 klukkustundir verði gjaldfrjálsar frá með 1. febrúar 2026. Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2026 vegna tilfærslu 7. gjaldfrjálsastundarinnar sem gert ráð fyrir frá 1. september 2026 í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun tekinn fyrir sérstaklega undir næsta fundarlið. Áætlaður kostnaður vegna breytinguna nemur 12.988.800 krónur. Meirihluti leggur jafnframt fram til að bæjarstjóra verði falið að láta vinna uppfæra gjaldskrá fyrir leikskóla bæjarins framangreindu til samræmis. Og með þessu fylgir greinargerð. Í málefnasamningi meirihlutans lögð rík áhersla á velferð fjölskyldunnar og kemur þar skýrt fram að vilji sér til að létta undir með barnafjölskyldum og hefur meirihlutinn stefnt að því á kjörtímabilinu verði gjaldfrjálsar stundir á leikskólum 6 talsins. Haustið 2022 var samþykkt í bæjarstjórn að gera 1 klukkustund á dag gjaldfrjálsa í öllum árgöngum í leikskólum bæjarins og frá haustinu 2022 og að hausti ári 2023, 2024 og 2025 var samþykkt að bæta við 1 gjaldfrjálsum tíma ár hvert þannig að alls voru 4 tímar orðnir gjaldfrjálsir 1. september 2025. Leikskólinn fyrsta skólastigið og þar læra börnin á skapandi hátt og í gegnum leik allt milli himins og jarðar.
Sveitarfélögin bera megin ábyrgð á skólahaldi, byggingu og rekstur leikskóla. Sveitarfélögum einnig skylt að tryggja börnum dvöl á leikskóla og mikilvægt að öll börn hafi tækifæri á því að sækja fyrsta skólastigi sem leikskólinn Í fjárhagsáætlun ársins 2026 gert ráð fyrir að 5 klukkustundir yrðu gerðar gjaldfrjálsar á leikskólum bæjarins þann 1. janúar 2026 og 16. 1. september 2026. Og þannig lagt til að 7. gjaldfrjálsi stundin taki gildi fyrr eða þann 1. febrúar næstkomandi. Frá 1. janúar nema þannig vistunargjöld 13.200 krónur fyrir 8 tíma og þann 1. febrúar einungis 8.800 krónur. Mánaðarleg vistunargjald á leikskóla fyrir 8 tíma vistun munu þannig á árinu 2026 hafa lækkað úr 29.270 krónur í upphafi kjörtímabils niður í 8.800 krónur eða sem nemur 70% á kjörtímabilinu. Og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamin, Jóhanna Ýr, Njörður og Sandra. Orðið er laust þannig fyrir fundalið. Friðrik og Svæl. Takk fyrir þetta. Ég velti fyrir mér hvers vegna þetta að koma fram núna en af hverju þetta kom ekki fram í fjárhagsáætlunargerðinni. Af hverju það verið að flýta þessu svona núna. Reyna að styttist í kosningar. Og svo hinn fyrirspurnin frá mér eru til upplýsingar það hversu mörg börn að nýta sér einungis 5 klukkustundir annars vegar og hins vegar 6 klukkustundir hins vegar. Ef það ekki þá væri ágætt að fá það fyrir í bæjarráðið næst. Með þetta Friðrik, við tökum þetta saman og Pétur kemur með þetta inn í bæjarráðið næst. Þessar upplýsingar liggja fyrir. Það alveg ljóst að það styttist í kosningar. Það er alveg kýrskýrt og það er í höndum bæjarbúa að ganga til kosninga. Við viljum hins vegar tryggja það og þetta okkar áherslumál að þetta komi til framkvæmda af því að við spyrjum svo bara leikskólalokum eftir kosningar hvað kemur upp á kjörkostunum því að það er ekkert sjálfgefið að við verðum hér alltaf. Og það er bara ótrúlega forréttindi að fá þann heiður að hafa staðið hér og verið hér í bæjarstjórn og vinna með þessari bæjarstjórn hér. En það er ekki, þá engin heimtur á það og það eru bara kosningar og íbúar ganga til kjörkljóðans þar. Þannig að já, það styttist í kosningar og ég held að allir séu mjög spenntir í það. Dagný, kjörsvöld. Nei. Dreifum það baka. Fleiri sem hafa PS ljós. Þá leggir þennan, þá byrjir þessa tillögu undir atkvæði hjá merki sem að samþykkja það. Og það er samhljóða. Þá er það 8. liði viðurgefið fjárhagsáætlun Hvergisbæjar fyrir árið 2026 vegna 6 klukkustunda gjaldfrjálsra leikskólavistar. En viðurgefin við fjárhagsáætlun 2026 er að fjárhæð 12.988.800 krónur. Orðið er laust þannig að talið. Og þá legg ég til að tillagan að bæjarstjórn samþykki viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2026 og að fjárhæð 12.988.800 krónur vegna breytinga á gjaldskrá leikskólagjalda. Það sem 5 klukkustundir verða gjaldfrjálsar frá 1. janúar 2026 og 6 klukkustundir frá 1. febrúar 2026. Já, og ég legg þetta undir fundin. Já, þetta er... Er það rúslega? Ég er að leggja þetta undir fundin núna. Til samþykktar, já. Mér fannst það skrítinn svipn og ég bara hvað er það? Ég ætla að fá hérna bara skýrar hendur á loft, takk fyrir, ég legg þetta undir fundin til samþykktar. Og það er samtíða, afsakið mig. En þá erum við komin að húsnæðisáætlun liður nr. 9. Húsnæðisáætlun Hvergisbæjar fyrir árið 2006, seinni umræða. En á milli umræðanna voru gerðar breytingar á eftirfarandi köflum húsnæðisáætlunar fyrir árið 2026 og þeirra rökstuðningur sveitarfélagsins fyrir breytingu á fjölda hagkvæmra íbúða út frá markmiðum rammasamnings á blaðsíðu 8 og samanburður á áætlaðri þörf og þjónustu og getu á blaðsíðu 16. Orðið er laust. Friðrik, kjörsvöld. Já, forseti, það er svona bara að vera aðeins að létta nokkrum núna því að við vorum aðeins að rökræði hérna munin og íbúafjölda með við Þjóðskrá, Hagstofu og Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun. Þegar ég skoðaði kortagrunn Hveragerðisbæjar í morgun þá kom fram að fjöldi íbúa í Hveragerði væri orðinn 6.868 manns.
Ég er bara að gera aðvikla þessu. Bærinn bara búinn að tvöfalda í stærð með húsnæðis- og mannvirkjaðarstofnun. Frá því í desember. Frá því í desember. Á 70. Takk fyrir þetta, Friðrik. Ekki fleiri sem hafa þessi hljóðstátt undir þessum lið. Þá byrjum tillögum að bæjarstjórn samþykki húsnæðisáætlun Hvergisbæjar fyrir árið 2026 og gefum ekki sem samþykki og það er samhljóða. Og þá er liður 10 samþykktir fyrir listasafn Árnesinga BS, seinni umræða. Var það list? Gjör svo vel. Forseti, ég ætla bara að koma hér upp og tala þessi sama og ég talaði síðast þegar við vorum hér í fyrirumræðu. Það er fjöldi fulltrúa sem eiga að sitja aðalfundi listasafnsins samkvæmt samþykktunum. Það er gert ráð fyrir að sveitarfélög sem að það sem eru íbúar færri en 1000 fá 1 og þegar bætist við 1001 þá eru 2 fulltrúar og svo á hverju 1000. Þannig að ég tók þetta saman að miða við íbúafjölda á 3. fjórðungi síðasta árs hér í Árnessýslu. Þá verða fulltrúarnir á aðalfundi þessa byggðasamlags og annarra sem við erum að stofna. Þeir verða 26 og verða líklega fleiri en þetta miðað við íbúafjölda held ég við kosningar eða ekki, já. Og fulltrúar í bæjarstjórnum þessara 8 sveitarfélaga í Árnessýslu eru 52, þannig að þetta er helmingur þeirra sem að muni sitja þarna þessa aðalfundi. Og svona til samanburðar að geta þessa borgarfulltrúar Reykjavíkur þar sem að búa 140.000 manns, þeir eru 23. Og sumir flokkar hafa mikið kvartað yfir því hvað þetta eru nú margir borgarfulltrúar og óhagkvæmni því. Þannig ég vildi nú bara benda á þetta, mér finnst þetta smá skrítið að bara segja alveg eins og er. Að þarna munum við einu sinni á ári allavega, jafnvel 2 eins og héraðsnefndin hefur verið. 26 til 27, 8 manns á fund til þess að stýra þessum byggðasamlögum. Og þess má geta að af þessum 26 fulltrúum, ef við værum að velja þá í dag, þá væru 13 frá sveitarfélaginu Árborg. Þannig að það er helmingur íbúa í sýslunni sem eru rúmlega 23.000 í dag. Og það eru 11 bæjarfulltrúar í Árborg. Þannig að það eru fleiri en bæjarfulltrúar sem munu sitja þessa fulltrúarráðsfundi hjá þessum byggðasamlögum okkar. Þetta eru athugasemd öll byggðasamlögin. Ég er ekki að setja mig upp á móti þessu, en mér finnst þetta samt bara mjög skrítið ef við erum að horfa á hagkvæmni og skilvirkni þessa sveitarfélagastigsins að þetta sé svona. Takk fyrir þetta, Nýður. Gjör svo vel, Friðrik. Já, ég ætla bara að fá að taka undir með Nýrði þetta, hvað þetta er skrítið, hvernig þessi fjöldi er á þessum fundum. Maður hefur séð það á fundi SAS til dæmis, þá hafa verið að mæta varabæjarfulltrúar í Árborg bara langt aftur á lista sem að hafa kannski ekkert til málun að leggja á þessum fundum og þannig að þetta er mjög einkennilegt. En aftur á móti þetta greiðir Árborg líklega hátt í 45–50% í hverju byggðasamlagi, þannig að kannski skiljanlegt að þeir hafi þó einhverja rödd þarna en þetta er misskiptingin töluverð. Hverjir sem vilja leggja þetta máli hér. En þá er borin upp tillaga að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi samþykkt fyrir listasafn Árnesinga BS. Og ég ber þetta undir fundi til samþykktar og það er samþykkt sem hljóðar. Þá er það liður 11 samþykkti fyrir héraðsskjalasafn Árnesinga BS seinni umræða. Njörður vikar á fundi. 1821. Já, orðið laust á fundalið. En hér legg ég upp þá byrjum tillögu að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi samþykktir fyrir héraðsskjalasafn Árnesinga BS. Þeir gefa merki sem samþykkja það og það er samþykkt samhliða. Gjörðu svo vel, Njörður. Og þá er það 12. liður samþykkt fyrir byggðasafn Árnesinga BS seinni umræða. Orðið laust fundalið. Engin hvers ljós og þá
byrja tillöguna undir fundin til atkvæðagreiðslu og gefa merki sem að samþykkja og það samþykkt samhljóða. Það kemur 13. liður, reglur ritun fundargerða og birtingu gagna með fundargerðum. Hér lagðar fram reglur ritun fundargerða og birtingu gagna með fundargerðum hjá Öryggisbæ. Reglunum var ætlað að samræma og bæta verklag við ritun fundargerða og birtingu gagna með fundargerðum. Við vinnslu regluna var auglýsing nr. 1181/2021 leiðbeiningar ritun fundargerða sveitarstjórnar og reglugerð nr. 464/2018 birtingu upplýsinga frumkvæði stjórnvalda hafðar til hliðsjónar. Var þið laust þennan leið? Sveinbjörn? Ég held að ég sé ná að tala undir öllum liðum á þessum fundi, sem kannski ekkert einsdæmi. En ég vil bara fagna þessum reglum, því að það hefur nú verið þannig gegnum tíðina, ekki bara á þessu kjörtímabili, heldur bara fyrir kjörtímabilum þegar alls konar nefndir og ráð eru sett af stað, þá eru fundargerðir misvísandi og með mismunandi upplýsingum á og það er þá gott að þetta sé komið í ákveðinn farveg og ég vona þá að forstöðumenn og þeir sem að rita fundargerðir fylgi þessum reglum og fá góða kynningu á þeim jafnframt. Ég til þetta sé bara mjög vel unnið og að þetta muni vera til batnaðar fyrir okkur líka bæjarfulltrúa þegar við erum þá að fara yfir þessar fundargerðir. Takk fyrir þetta fyrir ekki tekum undir hvert einasta orð sem þú segir og ekki svo, Pétur. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Mér langaði bara aðeins að varpa ljósi á hversu mikilvægt þetta er þessi liður og hann er kannski hann virkar ekkert sérstaklega sjarmerandi þegar maður horfir á eitthvað svona einhver texta en hann er alveg geysilega mikilvægur fyrir kjörna hann er geysilega mikilvægur fyrir bæjarstjórn sem er að taka við alls konar fundargerðum frá nefndum og ráðum og það er mjög mikilvægt að það sé einhver heildstæð og samræmd lína í þessu þannig að bæjarfulltrúar eigi auðveldar með að koma sér inn í málinu og taka ákvarðanir. Því hér er náttúrulega fullnaðar afgreiðslu valdið, þannig að hér liggur ábyrgðin. En mér langar líka kannski bara fyrst og fremst að varpa ljósi á að þetta er svona afurð af nýjum bæjarritara. Þetta er bara að því stundum er spurt þurfið þið bæjarritara eða þarf að bara, já. Þetta er til dæmis bara mjög gott dæmi þá þekkingu sem við fáum inn með svona ráðningum og þannig að þetta er bara gott dæmi afurð frá skrifstofunni, afurð frá bæjarritarnum sem á eftir að bæði auka gæði og fagmennsku í okkar starfi. Þannig að því sé bara komið á framfæri, það er mikilvægt. Takk fyrir þetta, Pétur. Þá berjum tillögum að bæjarstjórn samþykkir... Fyrirgefðu, ég var svo einbeitt í. Ég var í afmörkinni forseti. Já, það mátti svo sannlega. Gjörðu svo vel, Eysi. Forseti og bæjarfulltrúar, mér langar að fagna þessu. Ég hef setið í svona ýmsum og ég hef verið framan í pólitíkinni í Hveragerði, þá hef ég setið í ýmsum samráðshópum og nefndum í bænum sem hafa verið að fjalla töluvert stór málefni. Og gott dæmi það eru íþróttahúsbyggingar eða íþróttamannvirkjabyggingar í bænum. Og framan af þessu tímabili þá voru, eins og fólk sem hefur fylgst með veit að það var ýmsar hugmyndir uppbyggingu sem urðu ekki að veruleika, aðrar sem fóru svo af stað. Starfshóparnir í kringum þessi málefni, það var mikil vöntun á því að það væri haldin fundargerð hvers fundar. Svo þegar Hólmar komið átt að fara að taka ákvarðanir þá á efri stigum, þetta inn í þá bæjarstjórn, bæjarráði og svo framvegis, það lágu ekki fyrir mikið af gögnum eftir þessa nefndir. Ég hef kvartað yfir þessu innan nefndana, innan hópana og ég fagnaði þessu og þá verður bara fagnað fyrir steinum fyrir þetta framtak að þetta sé bara sett á blað. Gott dæmi er bara til dæmis, svo ég taki nærtækara dæmi við, það er nú verið að vinna með íþróttahús við hliðina á okkur og það er fundir í gangi varðandi samkomulag við íbúa sem endur fyrir skerðingu. Það er dæmi að það væri gott að fá að sjá til dæmis fundargerðir.
Þetta er sama eins og við vorum að díla við fyrra á tímabilinu með þá upp í dal. Þannig ég fagna þessu. Takk. Er það ekki þetta eins og Jóns? Forseti. Þetta er mjög gott skref og enn eitt skrefið í því sem við höfum verið að vinna hér á kjörtímabilinu sem er að bæta stjórnsýsluna. Og okkur þótti vera mikil þörf á þegar við komum hér inn fyrir dyr bæjarskrifstofunnar sem nýr meirihluti hér vorið 2022. Og þá er ég ekki endilega að segja að allt hafi verið mjög slæmt, en það er mjög eðlilegt að stjórnsýslan þróist og við sjáum, og það sem við sjáum tækifæri til að bæta hana, að við reynum að bæta hana. Og þetta er svona eitt skrefið því í mínum huga. Við líka nefna að hér hefur aðalega verið fjallað ritun fundargerða sem er að sjálfsögðu mjög mikilvægt mál og líka varða gagnsæi bara fyrir almenning út af því. Þannig að almenningur geti haft aðgang að þessum upplýsingum og séð þær ákvarðanir sem hafa verið teknar. En það er líka mikilvægt varðandi birtingu gagna sem hófst hér fyrir nokkrum árum og verið að setja betri ramma utanum hér í þessum reglum. Þess að það hefur svona, þó ég hafi ekki einhver dæmi á taktinunum, þá hefur mér stundu fundist vera svona ekki alveg kannski samræmi í því hvaða gögn hafa verið birt og hvaða gögn hafa ekki verið birt. Þannig að ég svona er á vona því að núna verði meira samræmi í því og gagnsæi í því sem er líka mjög mikilvægt, ekki bara fyrir okkur kjörnufulltrúa, heldur líka almenning sem er að fylgjast með störfum okkar og á að fylgjast með störfum okkar. Takk fyrir þetta, Njörður. Eru fleiri sem velja þessi ljós? Ef ekki, þá ber ég tillögu að bestu samþykkja reglur ritun fundargerða og birtingu gagna með fundargerðum. Og biðja ykkur að gefa merki þessum samþykki það. Og það er samþykkt samhljóða. Þá legg ég upp aðra tillögu hér þar sem við felum bæjarstjóra að kynna reglurnar fyrir starfsfólki Hveragerðisbæjar og láta birta reglurnar á heimasíðu bæjarins. Og þá ber ég þessa tillögu undir fundi til samþykktar, gefa merki sem samþykki og það er samhljóða. Þá síðasti liðurinn í dag, áður en við ljúkum þessum fundi, það er beiðni Sigríðar Hauksdóttur lausn frá nefndastörfum. Orðið lausnumdannar lík. Þá ber ég þessa tillögu undir fundin til samþykktar, gefa merki sem samþykki það. Það er samþykkt. Þá er dagskráin tæmd og við höldum áfram að lesa með fundargerð og skrifum undir fundargerð, en ég þakka samfylgdina í dag og við slítum útsendingu. Var einhver bókun lausnir frá störfum? Nei, bara Þess að vera. Er það að hugsa að þakka fyrir störf? það er ekki að Já. Á í Stokkólmstími.